Já, velkomin í þáttinn Samtal á sunnudegi. Þetta er þáttur sem er óður til Ævars Kjartanssonar, útvarpsmanns. Þetta er form sem við stelum frá honum. Það sem Ævar var með þátt á þessum tíma, klukkan 9 á sunnudagsmorgnum á Rás 1 í háa herrans tíð. Þá tók hann fyrir ýmis mál og fékk í hvert sinn með sér lóðs til þess að fara tiltekið málaflokk. Við ætlum að byrja núna og höfum byrjað á umfjöllunum verkalýðsmál og lóðsinn með mér er Sigurður Pétursson sagnfræðingur. Við höfum tekið 3 þætti. Já. Upp af verkalýðsbaráttuna með Þorleifi Friðrikssyni, verkalýðsbaráttu á nýfrjálshyggju árunum með Ögmundi Jónasyni og lögfræðina í kringum stéttarfélög og kjaradeilur með Gísla Tryggvasyni. Og nú komið það 4. þættinum. Já, og það ætlum við að fjalla kannski svona það sem að drífur áfram verkalýðs og stéttabaráttu sem er ójöfnuður eða draumurinn aukin jöfnuð. Já, er það ekki? Það felst svolítið í eðli verkalýðsbaráttunar. Í raun og veru að réttlaust fólk reynir að rétta sinn hlut og breyta samfélaginu í átt til jöfnuðar og tengist bæði hugmyndafræði, stéttabaráttu og þjóðfélagsmálum. Já. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, verður velkomin. Þú hefur rannsakað ójöfnuð árið þess og hvað byrjuðu Sigrún? Já, eigum við ekki bara að byrja þá á því, Sigrún, velkomin. Já, takk. Rannsaka ójöfnuð, hvernig gerir maður það eiginlega? Já, það er nú hægt á ýmsan hátt og þúsundir fræðafólk sem hafa eitt heilum starfsaldri í það, félagsfræðingar og aðrir. En ég myndi svona kannski segja að í grunninn mjög mikið það sem við erum að skoða í félagsfræðinni er kannski svona 2 stórar spurningar. Annars vegar hvaðan kemur ójöfnuður og svo hverjar eru afleiðingar hans. Ekki hvernig að losna við hann. Það kannski myndum við svona almennt frekar setja til stefnumótenda. Við getum auðvitað sagt hvað rannsóknir sína og ég til dæmis hef stundum tekið það sem dæmi að það er allar rannsóknir sem sína okkur til dæmis að þegar heilbrigðiskerfi verða einkavæddari þá eykst almennt ójöfnuður í heilsu en það er auðvitað pólitískt val hvort okkur finnst ójöfnuður í heilsu vera vandamálið ekki. Okay. Já, það er kannski ágætt dæmi og einmitt það sem að félagsfræðin rannsakar er líka auðvitað afleiðingarnar, er það ekki, af ákvörðunum sem teknar eru? Jú, þannig að það er í rauninni verið að, eins og ég segi, skoða þetta bæði, þá sem sagt bæði hvaðan hann kemur og þar kannski svona svolítið byrjar félagsfræðin og þar er náttúrulega förum við aftur í kenningar bara eins og með Karl Marx hvernig samfélögin sköpuðust og hvernig sumir þá sem sagt áttu auðmagnið og arðrændu þá aðra og ég meina sagan auðvitað í gegnum söguna er þetta aldrei mikið að einhverjir að arðræna einhverja aðra, hvort sem að það séu stéttir innan einhvers ákveðins samfélags eða auðvitað eins og komið núna mun meira í samræðuna þar sem hefur verið að tala til dæmis nýlendustefnu og eftir nýlendustefnu hvernig ákveðin þjóðfélög í rauninni kannski urðu rík að því að þau voru að taka auðlindir frá öðrum löndum. En síðan nákvæmlega líka eins og þú talar þá eru það auðvitað afleiðingarnar og þar getum við verið að velta fyrir okkur á ýmsan mikið mismunandi hátt. Ég hef til dæmis mikið skoðað ójöfnuð í heilsu og þá bæði hvernig það getur haft áhrif á líkamlega heilsu okkar, mismunandi sjúkdóma, hvernig það getur haft áhrif á geðheilsu okkar og bara hvernig okkur líður í samfélaginu. Það er líka og kemur kannski ekki á óvart núna mikið verið að tengja ójöfnuð við til dæmis lýðræði og lýðræðisþróun og svona verið að setja fram að ójöfnuður sé að grafa undan lýðræðinu og svo að því úr svona að spurja hvernig við skoðum ójöfnuð þá náttúrulega get ég ekki staðist tækifæri að koma í svona aðferðir því að það er auðvitað líka það sem við gerum er að við skoðum hann bæði á milli samfélaga og innan samfélaga. Við skoðum hann með meginlegum og eiginlegum aðferðum þannig að það eru mjög margar mismunandi leiðir í að skoða ójöfnuð og svona kannski það sem ég hef helst skoða þá annars vegar ójöfnuðin í heilsu en síðan höfum við líka mikið verið að skoða viðhorf almennings til ójöfnaðar
og það kannski kemur inn á punktin sem þú varst með áðan Gunnar Smári með að gera eitthvað við hann eða breytunum, að þó við kannski séum ekki beint með vald þess, þá náttúrulega rannsóknir sem að skoða viðhorf almennings eru kannski ein besta vísbendingin til að segja okkur hvernig svona ein almenni Íslendingur vill að samfélagið sé. Og hann vill að það sé meiri jöfnuður. Íslendingar vilja meiri jöfnuð almennt og við til dæmis höfum skoðað í þessum gögnum þetta sem eru rannsóknir sem ég gerir með Jóni Gunnari Berburg sem er líka prófessor í félagsfræði og kemur úr alþjóðlegu viðhorfakönnunni, en það er könnun sem hefur verið gerð í ákveðnum löndum síðan 1985 og Íslendingar byrjuðu að taka þátt 2009 og þá í rauninni voru við Jón Gunnar sem að höfðum frumkvæði að því. Og könnunin sem sagt virkar þannig að það er spurt ákveðin málefni á cirka 10 ára fresti og 2009 og 2019 var það ójöfnur. Þannig við höfum skoðað þetta hér á 2 tímapunktum og það sem ennáttúrulega einstakt við þessi gögn er annars vegar að þau eru núna farin að gefa okkur þessa tímavít en þau líka leyfa okkur að bera saman viðhorf Íslendinga við viðhorf almennings í svona cirka 40 öðrum löndum og það er náttúrulega mjög mikið af spurningum að hægt að fara út í þær en til dæmis ein spurningin sem að mér finnst mjög skemmtilega er að það eru sýndar svona og nú væri náttúrulega mjög gott að vera með svona mynd, það er erfitt að útskýra myndir þegar við erum ekki að sýna þær en það er í rauninni sem sagt verið að biðja þá almenning í þessum löndum að meta hvernig samfélagið er og það eru svona myndir af píramítum þar sem eru kannski margir á toppnum, flestir í miðjun og flestir á botninum og við getum svona svolítið sagt að það eru myndir frá því að vera ójafnari yfir í að vera jafnari og þar til dæmis sjáum við að Íslendingar réttilega meta Ísland sem tiltölulega jafnt miðað við til dæmis fólk í Bandaríkjunum eða Suður-Ameríku en það eru fáir sem að þrá meiri jöfnuð en við og þar eru við til dæmis, það eru yfir 50% sem velja jöfnustu samfélagsgerðina og það er einna hæst, ég held að sé eitt hvort það var Slóvení eða eitthvað eitt land sem var kannski hærra en við í að velja þá þessa jöfnustu mynd og það svona rímar við rannsóknir sem að ég gerði til dæmis og byrti með Patrik Sackvik sem er þýskur félagsfræðingur þar sem við bárum saman Bandaríkin, Þýskaland og Svíþjóð. Þetta var áður en Ísland kom inn í gögninni að tók þátt og þá einmitt sáum við sömu mynstri í rauninni að Svíjar alveg réttilega mátu Svíþjóð mun jafnari heldur en Bandaríkjamenn mátu Bandaríkin en þeir þráðu meiri jöfnuð. Þeir höfðu mun meiri áhyggjur af þessum ójöfnuð og vildu bara hugsaðu svolítið kannski hægt að segja þetta á einfaldan hátt. Jú, við búum í tiltölulega jöfnu samfélagi og við metum það alveg þannig, en við viljum að sé enn jafnara. Þannig að ef þú kynnist jöfnuði, því betur sem kynnist jöfnuði, því meira viltu af honum. Já, ég held að það sé svona, og svo er þetta náttúrulega líka held ég sterkt tengt velferðarkerfinu, þannig ég held að við hugsum svolítið jöfnuð og velferðarkerfið saman. Það er náttúrulega oft svolítið talað til dæmis þennan mun í félagsfræðinu þar sem við tölum í rauninu jöfn tækifæri og síðan semst jafnar útkomur og þá hefur í þessum velferðarlitteratúr svolítið verið talað að eins og á Íslandi og Norðurlöndunum þá reynum við að gera bæði og til dæmis í Þýskalandi hefur verið meira áhersla á jöfnuð á útkomum heldur en kannski að tækifærin þurfa endilega að vera jöfn og í Bandaríkjunum náttúrulega er þessi mjög mikla trú á jöfn tækifæri sem að ég held að þú þurfir ekki að búa mjög lengi í Bandaríkjunum til að sjá að ennú kannski ekki alveg til staðar. Leiðir ekki því jafnar útkomu. Nei og þetta náttúrulega þú getum hugsað þetta bæði sem þau eru auðvitað ekki jöfn því að það var náttúrulega mjög svona og ég bjó í Bandaríkjunum í 17 ár og kendi meðal annars við Boston háskólan sem er ríkur einkaskóli og þar kannski voru krakkar að koma í námskeiðin hjá mér að segja mér að það verður auðvitað jöfn tækifæri í Bandaríkjunum, þetta væri náttúrulega hræðilegt þarna á Norðurlöndunum þar sem að bara fólk væri neitt til að borga öll launin sín í skatt og eitthvað slíkt en svo kannski leið og spurður þau heldur að það væri jafn auðvelt fyrir kannski svartan krakka sem ólst upp í miðborg Chicago að enda hér í Boston University eins og var fyrir þig og þá voru þau náttúrulega ekki lengi að sjá að þetta var kannski svolítið draumsýn ameríska draumin og jöfn tækifæri. Þannig ég held að það sé svolítið sem að er sterkt hér í Íslandingum einhvern veginn að trúa á þessu jöfn og vilja jöfn tækifæri og náttúrulega bestu leiðirnar
til þess eru þessar stóru stofnunir eða stóru jöfnunatæki sem við höfum og oft þar náttúrulega leitum við til menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins því að það kannski svona það ef við getum ekki menntað okkur erfitt að komast áfram í samfélaginu og ef að heilsan fer eða við verðum gjaldþrota til dæmis út að heilsubrest okkar eða fjölskyldu meðlima þá mjög erfitt að komast áfram í samfélaginu þannig að við sjáum að það svona við stöndum mikinn vörð þessi stóru kerfi og svo náttúrulega líka sína rannsóknir og þetta svona kannski sem að ákveðni stjórnmálafólki sem að þetta ákveðna skoðanir mjög illa við að við sjáum það í rannsóknum á viðhorfum til dæmis að kannski annars vegar þegar almenningur hefur kynst jöfnuði en sérstaklega þegar kannski almenningur hefur kynst þessum sterku kerfum þá mjög erfitt að svona fara tilbaka og til dæmis ef við skoðum hvað hefur gerst í stefnumótun sérstaklega þegar velferðarkerfið og fer að koma þrýstingur á það upp úr 1970 að draga saman og allt of mikil kostnaður og auðvitað mjög oft sérstaklega heilbrigðiskerfið sem allt of dýrt að þá sjáum við það aftur og aftur til dæmis í rannsóknum og viðhorf almennings að það eru þessi stóru kerfi sem almenningur vill standa vörð og það náttúrulega líka kemur í hvernig kostningar og hvernig það sem sagt að fólki sé refsa fyrir þetta þannig að kannski þó að að minnka einhverja svona sértakarbætur eða kannski eitthvað sem að myndi líka vinna jöfnuði myndi við ekki verða jafn breið fyrir en ef að það á í rauninni að skerða menntun og heilbrigði þá sjáum við í mjög mörgum Evrópulöndum að það mjög hörð andstæða við það á meðal almennings og oft þetta málaflokkur sem að svona stjórnmálafólk getur verið mjög hrætt við því að það veit að þarna munum við bregðast við og verða mjög reið. Og það spyrja aðeins út í stóru rannsóknir sem þú nefndir að þú nefndir hafa verið samanburður á svæðum og svo líka yfir tíma og fyrri hlutin sem var gerður hérna heima var náttúrulega á stórkostlu ári 2009 þegar samfélagið var eiginlega sett á eitthvað núllpunkt og allir gengu eins og þú veist hvernig ætti Ísland að verða og síðan 2019 munur á afstöðu almennings á milli þess að 2 ára. Það einhver munur sem við höfum farið að sjá og við höfum nú svona aðeins rætt að kannski ættum við ekkert að vera að leggja þessa rannsókn fyrir því að þú náttúrulega minnist hér á réttilega að fyrri punkturinn í hruninu. Við erum líka á skrýtnum tímum þegar við leggjum fyrir 2019 því að það fer inn í 2020 og hluti af gagnaöflunin á tímum COVID. Þannig að það verið svona vera þegar við ætlum að skoða ójöfnu þá verði einhverju svona meira háttar stóð. 2019 gjaldþrot Vá sem var svona ákveðið svona ógn og lífskjarasamningarnir og svo inn í COVID. Þannig Já, og náttúrulega, og bara eins og gagnaöflunin verður í raun. Þið fáið aldrei normal tíma til að gera rannsókn. Við fáum kannski aldrei normal tíma, en ég held að sé eftir að segja að báðir þessir 2 tímapunktar hafi verið mjög abnormal og ýmsum ástæðan þá fórum við seinna af stað heldur en hefði kannski verið æskilegt, þannig að gagnaöflunin í rauninni fer fram þá gögnin telst 2019, þá hún að megin hluta fara fram 2020 og þurftum að beita alls konar svona aðferðum til að geta safna gögnum í COVID. Það sem að kannski svona kemur á óvart og við erum bara svona tiltölulega nýbúin að fá þessi gögn, það tekur alltaf langan tíma að hreinsa og sérstaklega alþjóðlegu gögnin. Svona það sem að við sjáum að það almennt yfir ekkert rosalega mikill munur á viðhorfum á milli 2009 og 2019 og ég held að það sem þú sért að segja séu þetta algjörlega rétt og ég bjó erlendis á þessum tíma og bæði í svona kannski atburðum sem leiða upp að hruni að koma heim í rauninni á árunum 2006-2007 þá fannst mér ég vera að koma í samfélag sem ég þekkti ekki því að ég hafði auðvitað ekki verið þátttakandi í þessu og svo að samaskapinu þá náttúrulega mörguleiti misti ég af hruninu og bara bjó í Bandaríkjunum og starfaði þar en fylgdist auðvitað náið með, en þá sem sagt sást einhverja svona nána von, við sjáum náttúrulega hluti eins og að skrifa nýja stjórnarskrá og stjórnlagaþing og við sáum náttúrulega bara fólk talaði að gildi þeirra hefðu breyst, peningar skipta ekki máli, að drekka eitthvað kampavín með gulli skipta ekki máli en við vildum sauma eða prjóna lopapeysur og fara upp á fjöll og ég held að við höfum svona kannski ekkert verið í þeim gírun eitt rosalega lengi og svona varðandi það sem við erum að sjá í breytingu á viðhorfum og auðvitað þegar við hugsum það á mannsævi þá kannski eru 10 ára ansi langt og okkur finnst kannski dálítið langt frá því sérstaklega þegar við erum yngri þegar við erum 20 ára og 30 ára eða 40 og 50 ára en þegar þú hugsar að heilt samfélag sé að breytast og þú sért að sjá einhverja almenna viðhorfsbreytingu þá eru auðvitað 10 ára tímabil ekkert sérstaklega langt. Ekki okkur Sigurði, við erum svo gamli og þetta er svo augnablik. Það er alveg rétt.
En við sjáum samt einhverjar vísbendingar það og við til dæmis sjáum varðandi heilbrigðiskerfið og það til dæmis spurningu í þessu þar sem að Ísland sker sig nokkuð úr, þar sem að við komum aftur inn á þessar hugmyndir sem hún tala hér áðan hvort að það sé réttlátt eða óréttlátt að hinir ríkari geti fengið að greiða fyrir betra heilbrigðiskerfi eða semst fyrir betri menntun fyrir börnin sín og þar sjáum við bara nánast að allir Íslendingar eru á mótið í. Ekki allir, þeir eru líklega 0,1% sem að... Það eru 10% sem að segja það sé réttlátt og þá geta þið sagt réttlátt eða mjög réttlátt og þetta eru svona 80% sem segja það sé óréttlátt. Þannig að meginþorrin og þeir sem segja það sé mjög réttlátt er nákvæmlega eins og segir í hugsa sé einhverju 3-4 í gögnunum sem að eru sammála því og þar kemur það kannski ekkert á óvart að það tengist eins og tekjum og það tengist mismunandi tegundum auðmaks þannig að það er þá kannski þessi litla elíta í samfélaginu sem getur hugsa sér að já, ég gæti virkilega nýtt mér þetta, ég gæti keypt betri menntun. Hvort maður þarf ekki á samtryggingakerfinu að halda það á bara efna á því að kaupa sér heilsuþjónustu. Bæði á efna á því og kannski líka telur að sé einhvern hátt réttur sinn. Því að það er náttúrulega kannski miklu meir en 10% af Íslendingu sem að gætu keypt eða borga meira fyrir heilbrigðisþjónustu en menntun að við gerum að við berum saman við önnur samfélög því ég held að þetta sé líka svolítið það að einhvern veginn að ég held að það sé svolítið í Íslendingum, við erum ekkert rosalega mikið fyrir einhverju hafi ákveðin forréttindi þegar kemur að alls konar hlutum í samfélaginu, þannig að við viljum almennt gott opinbert kerfi, en punkturinn sem ég ætlaði að gera hér var sem sagt að annars vegar þá náttúrulega sjáum við það að varðandi báða þessar spurningar þá er það almenningur á Íslandi sem að er sem sagt hvað mest, finnst það hvað óréttlátast. Þannig að það er eitthvað kannski 1 eða 2 lönd sem eru sambærilega okkar og mjög mörg lönd sem eru mun lægri en við og samþykir rauninni miklu frekar að setja að kaupa sér fram í kerfinu. En þar sjáum við til dæmis á þessu 10 ára tímabili í heilbrigðiskerfinu, ekki menntakerfinu, að þó að það sé mikill meiri hluti Íslendinga sem telur það óréttlátt að þeir ríkari geti keypt betri heilbrigðisþjónustu, þá er samt marktækur munur að hlutfalli hafi minnkað og ég held að fara úr 89% í 82%, þannig við erum auðvitað ennþá að tala eða ég man ekki alveg nákvæmlega töldana, þetta er ekki, þú veist, eitthvað að við förum úr að það vildu allir og nú vil það enginn, en það er samt munur og auðvitað getur maður svolítið sett það svona í samhengi við umræðuna í heilbrigðismálum umhörnun heilbrigðiskerfisins að það valdi því að fleiri vilji þennan kost. Já, auðvitað svona einhverjar kannski kenningar sem ég er ekkert endilega að halda fram, en alltaf sem að sumir tala ákveðna stefnumótun að ef við sveltum opinbera kerfið, þá gerir það verkum að yfir tíma verður náttúrulega almenningu miklu tilbúnari í aðrar lausnir ef að þeir sjá að það er ekki verið að mæta þörfum þeirra og við sjáum þetta til dæmis líka í öðrum gögnum sem að við erum með þar sem að við erum reyndar að spyrja umhverfismál og erum þá með gögn frá 2010 til 2020 og þá er spurt bara hvað er mikilvægasta vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag sem þjóð. Og bæði 2010 og 2020 þá er það hæðsta hlutfalli sem að segir þessu heilbrigðismál sem er annarkvort mikilvægasta en næst mikilvægasta málefnið en það eykst verulega, ég held að fara úr 60% í 80% sem að minnast á heilbrigðismál sem mikilvægasta eða næst mikilvægasta málið sem að við stöndum frammi fyrir árið 2020. Þannig ég held að þetta sé svona að gefa okkur ákveðnar vísbendingar kannski að þarna séu þolmörk almennings svolítið að vera svona þaninn. Þetta segir okkur reynslu almennings af heilbrigðiskerfinu. Bæði reynslu, já, nei, svo held ég líka bara... Svo öryggisspörsmál. Öryggis og umræðina. Ef að þú þarft á því að halda, auðvitað reynsla líka að því að fólk þarf á því að halda. En það kannski... Og umræðan líka bara hvernig kerfið er svelt. Já, það er það sem við með sveltistefnuna. Já, þannig ég held að það sé, því að það náttúrulega sjáum við líka mjög oft og við vitum það náttúrulega, mjög margir upplifa góða þjónustu í íslenska heilbrigðiskerfinu. Ef það sleppur inn, það er ofta neitt. Já, vissulega. En þegar þú ert í biðröðunum, biðlistunum, þá
ertu með aðra sín á heilbrigðiskerfi, en þegar þú sleppur inn og hittir fólki sem að sinni þér, fólki sem vinnur við ummönnun og lækningar, að þá breytist viðhorf fólks. Maður sér þetta á Facebook þegar fólk komið upp í spítalarúm, að þá grætur það þakklæti fyrir að vera á besta stað í heimi, en áður þá sín almennings á heilbrigðiskerfi allt önnur. Og svo auðvitað ferð og við vitum náttúrulega með ef að ákveðnir hlutir að þér þá auðvitað ferðu beintinn og færð mjög góða þjónustu, það eru meiri biðlistar varðandi önnur atriði, þannig að þetta er líka miklu flóknara heldur en að... Já, vissulega. En það er gaman að skildi koma inn á þetta einmitt með þetta viðhorf að þeir sem að hafa alist upp í velferðarþjóðfélaginu, sem er kannski ekki mjög nýtt, en samt, við getum sagt, 20. öldin hefur þá breytt viðhorfum. Því byrjun 20. aldarinnar, þegar verkalýðshreyfingin er að verða til, þá voru bara einkaspítalar, þá voru menntakerfið í höndum útvalina, þannig að hlutir breyttust á 20. öld. Það tekur auðvitað áratugi, kannski eins og bendir á, að breyta viðhorfum eða breyta samfélaginu, en þetta þýðir þá það að verkalýðshreyfingin og þau öfl sem að hún hefur þá stöðst við, hefur náð fram ákveðnum sigurum greinilega á 20. öldinni. Það er ekki út í hött að kalla það öld almennings. Já, ég held náttúrulega að við getum talað ýmsa sigra sem hafa unnist og ég meni við skoðum Norðurlöndin og svona norræna velferðarsamfélagi, þá er það í svona grundvöllar atriðum ólíkt mörgum öðrum samfélögum í veröldinni. Og þar hefur náttúrulega meira árangur náðst bæði og það hafa rannsóknir sýnt það að við vitum það til dæmis að þegar eru frekar vinstri flokkar við stjórnvöld eins og hefur verið á hinum Norðurlöndunum mjög stóran hluta af þessu tímabili, þá stækkar velferðarkerfið og það stækkar líka kannski ákveðni málaflokkar eins og útgjöld til heilbrigðisþjónustu og áhersla á menntun. Á Íslandi og Stefán Ólafsson sýnir þetta einmitt í nýrri bók sinni Baráttan bjargirnar. Frábæri bók, svo þið segir það. Já, og við vorum einmitt að málþingjum hana daginn. Já, mjög fróðlegt. Þarna saman í pallborði. En þar einmitt kemur þetta, sko í rauninni hafi íslenska verkalýðsfélagin hreyfingin, sem ég reynda vissi ekki, verið sterkari heldur en kannski á Norðurlöndunum og náð fram mikið af þessum umbótum sem að flokkarnir sjálfur gerðu, þannig að svolítið svona spyrt kannski á móti því að hér náttúrulega hafa flokkar frá miðju yfir í hægri verið við stjórnvöldin. Þannig að stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarinnar náði ekki sama árangri hér og í Norðurlöndunum og þess vegna þurfti verkalýðshreyfingin sjálf að beita sig fyrir þessu mál. Bæði verkalýðshreyfingin, vinstri flokkar, sem við skoðum þetta almennt og svo náttúrulega líka hefur sýnt til dæmis þegar þáttaka kvenna fyrir að aukast í stjórnmálum og það til dæmis kemur þá fram og það eru rannsóknir sem að bandarísk vinkonu minn hefur til dæmis gert Katrín Bólsendal sem að skoða til dæmis þegar hlutur kvenna eykst í stjórnmálum hvað gerist á fyrir velferðarkerfið og það hefur til dæmis sýnt að þá kannski eykst ekkit endilega kostnaður svo mikið en það eykst hverju við erum með peningan í. Þannig að almennt þegar hlutur kvenna eykst í stjórnmálum þá fyrir við að eyða meira kannski í svona stund það sem köllum svona mjúkmál eða kvennamál sem við erum náttúrulega ekki við að kalla það eða til ekki að þau séu það. Mjög blekkjandi að kalla það já, því að þetta eru fjárfestingar þetta er svo mikilvægstu málefnin í heilsu og menntun, þetta er eiginlega hörðustu máli stöndum fyrir og það sem skiptir mestu máli en sem sagt að fara þá í sérstaklega heilsu og síðan menntamál og auðvitað líka að byggja upp til dæmis fjölskylduvænt samfélag eins og við höfum séð á Norðurlöndunum og þessi áhersla á að fólk geta samþætt fjölskyldu og atvinnu. En svona til að koma aftur á punktinu sem þú veist að segja þá held ég að við sjáum það líka augljóslega að þegar við höfum fengið eitthvað, þegar við höfum fengið einhver réttind þá eru við, og þá kannski er ég að tala hér um almenning, ekkert mjög tilbúin að gefa þá tilbaka. Þannig að þess vegna líka við vitum hvernig það er að búa í samfélagi þar sem að menntunin er eins og hún er, þar sem að þú ert með heilbrigðiskerfi og það er nánast óhugsandi að fara út úr því kerfi og mér fannst til dæmis mjög áhugavert þegar ég byrjaði að kenna fyrst heilsufélagsfræði í Bandaríkjunum, það var reyndar í Indiana sem eru þetta fylki sem að yfirleitt er unnið af republikunum og er svona með íhaldsamari fylkjum Bandaríkjana að vera allt í einu komin með nemendur í
háskóla sem að þú þurftir að fara í umræður hvort að heilbrigðisþjónusta væri sem sagt almennréttindi eða forréttindi. Að sem sagt og þá kom þetta svolítið því í mér, ég meina það öll, bara svona kannski allt í mér segir heilbrigðisþjónusta eru bara sjálfsögð mannréttindi, það hef ég lært frá blautu barnsbeini, en þarna allt í einu þegar komin orðræðan það er réttur minn sem einstaklings að geta keypt þá bestu heilbrigðisþjónustu sem ég á efni á. Hérna áður við förum í heilsu sem að Sigrúnur skoða sérstaklega og áhrif ójöfnuður og heilsu skiptir miklu máli þá vegna þess að þú sagðir áðan að þú þegar þú komst til Íslands 2005 eða 2006 þá kannast ekki alveg við þig og þá það líklega vegna þess að þú varst alin upp í Íslandi síðustu aldar sem að við myndust á Stefán Ólafsson og segir hann í fyrri bók sinni að það hefði líklega verið mesta jafnaðar samfélag í heimi að því það var meiri jöfnuður hér heldur en hafði verið áður en að nýfrjálshyggja byrjaði að grafa undan honum þannig að þú ólst upp í mesta jafnaðar samfélagi sögunar áður og ferð til Bandaríkjanna og kemur svo tilbaka inn í nýfrjálshyggjuárin og þá kannski þetta ekki alveg eins og Íslandi sem að þú ólst upp við. Þessi krafa almennings eða væntingar jöfnuð það tengt, getur það verið tengt því að samfélagið okkar lítið, að lítil samfélag þoli illa jöfnuð eða þetta hugmyndalegt að við séum einhver leyti sósíalistar við beinið sem má nú ekki alltaf ráða af umræðinu í íslensku samfélagi eða svo sé. Af hverju heldurðu það að Ísland hafi verið svona mikill jöfnuður og að almenningur sækist svona eftir honum umfram aðra þjóðir? Það út af smæðinni eða það eitthvað menningarlegt fyrirbæri? Já, ég held að séu þetta sambland og einhver tíman las ég þegar í einhver erlendri fræðibók sem var að tala þetta að bara Íslendingar eða norrænt fólk væri bara þannig að við fættumst með ástin og jöfnuð í blóðin okkar og ég nú ekki vissum að það sé endilega ástæðan en jú, ég held að smæðin skipti máli og þá náttúrulega getum við hugsað Ísland en það líka alveg spurning, ég held við getum hér svolítið tekið umræðun norrænu löndin saman og auðvitað Svíþjóð og Danmörk, þetta ekki stór miljóna þjóðir á sama hátt og Þýskaland eða Bandaríkin en allavega aðeins stærri en Ísland þannig að ég held að kannski ef við hugsum smæðina þá held ég líka kannski að sem skiptir meira máli einsleitnin og það til dæmis eitthvað sem að við vitum alveg úr fræðunum bæði þegar við hugsum hver á rétt á einhverju en þetta líka tengist inn bara til dæmis hvernig fordómar verða til og við vitum það til dæmis með fordóma við erum langt líklegust til að vera með fordóma gagnvart þeim sem eru öðruvísi heldur en við og þá erum við að tala öðruvísi að okkur finnst svona að við sjáum og í rauninni getum talað einhvern hóp sem að þetta fólk sem allt öðruvísi heldur en við og það til dæmis við verið talað það í Bandaríkjunum þegar við tölum til dæmis rasisma að þá segir bara þú hluti eins og þú veist hvort sem að það þeir sem eru svartir eða koma frá Asíu eða hvað svo sem það að þá þeir öðruvís en við og eigum sem sagt minna skilið og þetta hefur til dæmis mjög mikið verið notað í Bandaríkjunum bæði sjáum við þetta í rannsóknum og meðal almenning sem við sjáum þetta náttúrulega líka notað í stefnumótun hjá þeim sem að kannski vilja ekki sterkt velferðarkerfi og bara til dæmis það að ef að þú spyrð í spurningalistakönnunum spurningar hvort að það auka velferð, þá farið mjög lágt samþykki, en ef þú segir aðstoð við fátæka, þá farið miklu hærra. Þannig að bara orðið velferð með ákveðina stigma bara í bandarísku samfélag og það tengist náttúrulega og hefur verið sýnt fram í fræðaskrifum til dæmis hvernig í rauninni hinn típiska manneska sem að var á velferð var og það þá fyrst og fremst svört einhleip kona sem að kannski á mikið af börnum og tala svona velferðar drottningar. Sem að Ronald Reagan var djöflaðist á. Og þá náttúrulega hugsaður, þú veist, hver á peninga, hver, þú veist, í rauninni hefur vald til að vera á móti velferðarkerfinu. Það eru náttúrulega þeir sem eru mjög ólíkir þessari ímynd og þá geta sagt þetta fólk sem að þeir sem eru svona allt öðruvísi heldur en við og ég held að það sé svolítið sem að skipti mála á Ísland og kannski hinum Norðurlöndunum að við höfum svolítið mikið verið í þessari hugmyndum að við erum öll eins og ef ég ætlaði til þess að fara að segja að nágranni minn sem að svona mörgu leyti rosalega líkur mér eigi ekki rétt á einhverju
þá það komið rosalega nálagt því að ég er ekki rétt á hlutunum. En erum við þá mun ekki reyna á þessa hugmyndir Íslendinga? Nú er 18%, 20% af vinnuaflinu erlendir ríkisborgar, þeir hafa ekki atkvæðarétt í kosningum, þeir tala annað tungumál, eru oft einangraði frá. Margir Íslendingar hafa enga reynslu eða þekkingu af hvernig fólkið, hvernig það lifir eða kjörðars. Má ekki búast við því að það bara muni reyna á þessa almennu jafnaðar hugsjón Íslendinga á næstu árum og misrum. Ég held að sé nú bara þegar farið að reyna á hana og mun sennilega bara aukast ef eitthvað og ég mun við sjáum þetta náttúrulega bara í svona einstöka dæmum og mér fannst til dæmis áhugavert þegar kom til dæmis umræðan íslensku kennslu fyrir erlend verkafólk og kannski sem væri þó oft erlendar verkakonur og mikil áhersla kannski ákveðnum hópum að þetta mjög mikilvæg réttindi sem við eigum að berjast fyrir en svo kemur eins og Efling og Sólveig Anna bara býti þetta skiptir engu máli, við þurfum að hækka launin og þar sjáum við samt líka þessa hugmynd að þetta Íslendingar að tala fyrir hvað það sem að þessi hópur þarf á að halda alveg burt sér frá því hvor hafi meiri að minna rétt fyrir sér og við sjáum það auðvitað líka og ég meina það hafa komið þættir sem að sýna fram á þetta Kveikur og fleiri þættir þegar við sjáum til dæmis aðstæður erlends verkafólks, við sjáum til dæmis að menn sem að vinna í byggingariðnaði sem að koma frá Austur-Evrópu búa kannski í gámum og svo heyrir maður viðhorf hjá Íslandingum, já þeim finnst þetta fínt og þá náttúrulega þú veist, hugsa ég kannski svona ég ætla ekkert kannski að, þú veist, ég hef ekki talað við þá það en ég veit alveg að mér þetta ekki fínt og af hverju, þú veist, finnst mér að aðrir að eitthvað sé nógu gott fyrir einhver aðra sem ekki nógu gott fyrir mig. Og þetta hlutið af samfélaginu, Sip og þú veist að benda á að röki fyrir ójöfnið að aðgreina fólk frá samfélaginu. Það alltaf aðgrein og náttúrulega sama sem En við höfum síðustu áratögum og þá hefur svona kannski verkalýðshreyfingin aðeins farið til í hlíðar en svona mannréttinda barátta annara hópa, það er nú ekki hægt að segja að konur séu jaðarhópur eða minnihlutahópur en auðvitað kvennabaráttan síðustu 50 árin, seinna barátta samkynhneigðra og svo annara. En þarna erum við kannski komin að því að við höfum ekki talað þessa hluti hingað til sívaxandi fjölda útlendinga sem býr hér og ætlar að búa hér og þessi að tala það að kemur hingað fjölskylda frá Rúmeníu sem að starfar hér á algjörum lágmarkslaunum að þá megi þeir bara þakka fyrir en þau þurfa að kaupa sér í matinn í sömu verslun og við þau þurfa að borga jafn mikið og við til þess að lifa af húsnæði og annað þá eitthvað réttlæti í því að þau séu á þessum lægstu launum í samfélaginu hlýtur þessi umræði ekki að halda áfram núna og verða miklu meiri? Jú, ég held að sé náttúrulega mjög erfitt að réttlæta þá og þetta náttúrulega sem að kannski bandarískt samfélag hefur staðið fyrir frammi mjög lengi til dæmis með þá sem eru taldir sem ólöglegir innflytjendur og af hverju til dæmis ekki harðar farið gegn þeim eða svona reynt að koma burtu því að það náttúrulega vita það allir að bandarískt efnahagslíf og samfélag myndi ekkert virka án þeirra og við erum líka komin í þá stöðu að við getum alveg hugsað okkur það ef allir sem í þessum störfum núna myndu bara fara á morgun það myndi bara vera algjör martröð fyrir Ísland myndi bara hrynja. Það myndi hrynja og okkur stóru iðnaður og ég muni hér kannski hugsa ferðamanniðnaðin til dæmis ég veit ekki hvað við myndum gera, fiskvinnslan álverið á Austurlandi þú getur bara lokað Íslandi Já, þannig að ég held að það sé auðvitað mjög mikilvægt en að sumu leyti kannski svolítið áhugavert að við erum kannski hér farin að skoða svolítið aðra aðgreiningu heldur en að við höfum þegar þú talar hina hópana og bara ef ég kem hér aftur inn á fordóma því það alveg snagt að hugsa suma af þessum sömu prósessum sem að virka að við til dæmis höfum skoðað viðhorf til samkynhneigðar á Íslandi yfir tíma og við erum með gögn úr sem sagt evrósku eða svona evrósku lífsskildakönninni sem að ná alveg til 1980 og þar til dæmis sést það að við erum með miklu meiri fordóma framan af heldur en sérstaklega nágrannalönd okkar og við náttúrulega vitum þetta úr sögunni að það var bara menn þurft að flytja héðan og flýja til Danmerkur að það voru svo miklir fordómar á Íslandi en við sjáum enga þjóð sem í rauninni viðhorfum breytast eins hratt og við rauninni förum frá því að vera með samanburðarlöndunum okkar með hvað mesta fordóma yfir í
bara semst mest frjálslyndi ef við tölum það þannig og ég hef svona á tilfinningunni við eigum bara gögn frá 2006 viðhorf gagnvart einstaklingur sem að eiga við geðrænar áskoranir að stríða en þá til dæmis 2006 sjáum við að þær eru einna minnstar á Íslandi af þeim 14 löndum sem við erum að bera okkur saman við en ég held í báðum þessum tilfellum að í rauninni þegar við erum búin að samþykja að það sé eitthvað sem er kannski frávika, hvað svo sem við köllum það, að þá er þetta samt fólk eins og við. Þú veist, ef að sonurinn að Gunnu sem að býr við hliðin á mér er samkynhneigður, þá getur það alveg verið sonur minn, þeir eru eiginlega alveg eins. Og með geðraskanir. Og saman með geðraskanir. Muslimi. En þarna þegar komið með þessa skilgreiningu að það sé útlendingur, þá er það orðið svolítið held ég kannski dýpra, þá erum við hægt kannski raun að nota þetta handrit að svona á endan eru við öll Íslendingur og við erum eiginlega öll voðalega lík og við erum öll svolítið í saman bátnum. Þú ert í rauninu komin með svolítið annan þjóðfélagshóp og auðvitað vitum við það því þú segir með muslima að auðvitað er ekki heldur allir útlendingar sem eru virtir á sama hátt og það skiptir máli hvaðan fólk kemur varðandi það og við erum með meiri fordóma sem að tengjast þá litarhætti og almennt er það ef við skoðum bara samfélög allstaðar að því dekkra sem fólk því meiri fordómar eru og svo auðvitað núna flækir trúin líka en frekar. Er orðin stundum bara meira atriði. Þegar ég var í París og var að tala við fólk frá Afríku þá sagði að það hefði mikið breyst við tvíburaturnana að það hafði alltaf verið í neðsta sætinu en núna færðust múslimarnir undir þannig að það eru þau svona breytingar í samfélaginu. En þessi ójöfnur þegar þessi aðgreining að þá er það eiginlega hættulegt aukningu ójöfnar með því að hluti af samfélaginu séu aðgreindur sem bara hluta til við. Já, því að það er alltaf ákveðin réttlæting og við sjáum það í gegnum söguna að þegar við erum farin að skilgreina einhverja sem æðri og einhverja sem óæðri, þá er miklu auðveldra að draga þessar línur og við náttúrulega sjáum og náttúrulega við tölum framfarir aftur að þá hafa náttúrulega orðið mjög miklar umbætur í mannréttindum og hvernig við hugsum fólk. Ég meina það voru náttúrulega ákveðnar og svona sumar af þessum leiðum sem voru til dæmis notaðar til að réttlæta þrælahald. Að þrælarnir voru ekki mennskir. Við sáum þetta líka til dæmis með hvernig hefur verið komið fram við fólk með alvarlegar geðraskanir eða alvarlega geðsjúkdóma. Og lengst af konur. Þannig að þú ert að sjá, þú ert með þetta, þú ert minna virði og auðvitað erum við ennþá með það og auðvitað erum við öll kannski að hugsa alltaf að einhver sé meira og einhver sé minna virði en það er minna samþykkt í allavega samfélagum eins og okkar að við getum sagt að einhver hópur sé minna virði heldur en einhver annar. Nú áfram skulum við halda og það er spurningin afleiðingar ójafnaðarins. Nú erum við búin að tala svolítið svona ákveðna hópa í samfélaginu og síðan er það þessi mýta að allir á Íslandi séu nánast jafnir þegar við vitum að svo er ekki. Svo mýta var auðvitað lengi, það gátu 2 fjölskyldur verið að byggja hús upp á 1970, einbýlishús sem að voru svona svipa stór en önnur fjölskyldan þurfti að vinna 20 tíma á sólarhring til þess að standa undir sínu húsi á meðan hinn þurfti kannski bara að vinna sína 8 tíma á skrifstofunni og þannig að ójöfnurinn við breytum svolítið yfir hann með aukinni vinnu ákveðina hópa sem voru þá yfirleitt verkalýðsstéttin sem að lagði bara á sig enn þá meiri vinnu en síðan hefur náttúrulega tímarnir breyst að mörgu leyti að nú er ekki lengur kannski hægt að breyða yfir þennan ójöfnuð. Við erum með stéttaskipting á Íslandi og við erum með fátækt fólk sem á erfitt með að brjótast út úr fátæktinni. Og þá langaði mig aðeins að fá að heyra hjá þér hverjar eru afleiðingarnar af því? Já, afleiðingarnar geta náttúrulega verið margþættar og ég meina kannski svona ef við byrjum bara á því einfaldasta að ég meina bara fyrir einstaklingana sem að lifa í fátækt og þá einstaklingar sem hafa mjög lítið í samfélaginu þá eru það auðvitað bara afleiðingar eins og að geta ekki fætt og klætt börnin sín og vera jafnvel ekki með
húsnæði og sem betur fer sjáum við ekki eins sára fátækt hér á Íslandu eins og í sumum öðrum löndum og ég minna ég hef farið til 3 Afríkulanda og þar auðvitað sérðu fátækt sem að ég hef aldrei séð í nokkru öðru landi neinstæðar þannig að það náttúrulega má ekki gleymast þegar við erum svona að tala hvað ójöfnuður og afleiðingar og ýmis sambönd sem við finnum í fræðunum og þetta eru raunverulegir einstaklingar sem að finna fyrir þess á sínu eigin skinni hverja klukkustund en síðan auðvitað skoðum við mismunandi afleiðingar ójafnaðar og það í rauninni má kannski segja að flest kannski sem að okkur kemur í huga skipti máli ójöfnur getur haft einhver áhrif á því og bara til dæmis ef við skoðum nánast hvaða útkomu sem að þér dettur í hugunan félagsvísinda þá eiginlega til dæmis muntu örugglega funna mun sem að tengist kyni, stéttastöðu eða kynþætti á einhvern hátt. Núna hefur til dæmis verið mjög miklar áhyggjur talaður hvernig ójöfnuður að svona grafundir lýðræðinu og að kannski ákveðnar hugmyndir sé að fá brautartengi. Þetta hefur verið tengt við til dæmis eins og náttúrulega uppgang Donalds Trumps í Bandaríkjunum og svona aðra stjórnmálaþróun í Evrópu og þar auðvitað komum við aftur svolítið inn á þessar svona grundvallar hugmyndir hvernig samfélagi á að vera og hver á rétt á einhverju og hver á ekki rétt á einhverju og það til dæmis mjög áhugaverð bók sem var skrifuð af bandaríska félagsfræðingnum Arlie Hochschild sem í rauninni að skoða í Louisiana og þessum ríkjum af hverju kannski einstaklingar sem ætti ekki að neinu leita styðja Trump gera það. Og þar í rauninni sér hún að þetta voru sem sagt þá í miklum hluta hvítt fólk og sérstaklega kannski hvítir kallmenn sem að höfðu svona verið í lægri stéttum en virkilega séð að sem það var komið að þeim næst í röðinni og svo fór alls konar hópar að fara fram úr þeim og svona þetta kannski ágerðist með Obama kosin því hann fór fram úr röðinni hann fór komst einhvern veginn áfram þannig að það eru svona þessar pælingar en svo það líka raunverulegt að það sýna rannsóknir að staða hvítra lágstéttar í Bandaríkjónum hefur versnað mikið mér sko lífslíkur hafa dregið saman sem náttúrulega stórundarlegt þannig að þessir kallar sem þú ert að lýsa þarna eru líka að upplifa raunverulega rörnun sinna stöðu. Já, ég myndi segja að þeir séu vissulega að upplifa raunverulega hrörnun á sinni stöðu en þeir eru kannski ekki að horfa á rétta óvinnin. Nei, ég ekki að mæla með niðurstöðunni á móti. Nei, ég ætlaði bara semst en ég held náttúrulega til dæmis að Trump hafi kannski ekki verið sá sem að líklega muni gera hvað mest til að bæta þeirra stöðu. Ekki miskilja mig að ég hef haldið fram að það var rétt niðurstöð. Alls ekki, nei, ég held að það sé, nei, það líka með það sem að við svona sjáum að það eru margir hópar í samfélaginu sem að eru kannski að berast eitthvað sem að virðist vera kannski takmarkarauðlindir eru það kannski ekki en þetta auðvitað tengist inn í stærri pælingar sem að kannski þú ert að leiða þess inn í með auðvitað til dæmis að það sem við erum að sjá á milli landa að þeir ríkari að verða ríkari við erum alltaf að sjá auðmagnið þjappast á færri og færri hendur og ekki endilega að tala það sem óvinn en það er kannski ekkert að segja svona það hinn raunverulegi óvinnur það náttúrulega við sjáum þessu orðræðu líka hér á Íslandi eins og í kommentakerfunum og annars staðar það séu útlendingarnir sem að taka eitthvað frá Íslandingum en ekki kannski þessi grundvallar spurning við erum alveg nógu rík til að þurfa ekki að vera fátæk á Íslandi ef við myndum ákveða að auðlindunum væri skipt þannig. Dreifa auðlegðinni með öðrum hætti en skattkerfið sem jöfnunatæki eru þetta svona viðurkennt og sérstaklega eftir seinna stríð þegar farið að nota skattkerfið æ meir til þess að halda upp í velferðarþjóðfélagi og jafna kjörin í gegnum það eins og þú nefndir hérna svolítið í byrjun okkar tals að þá komst velferðarþjóðfélagi svolítið í kreppu upp úr 1970 til 80 og þá við höfum rætt aðeins hérna líka með að framgang Thatcherismans og Reagans í Bandaríkjónum og þá kemur svolítið þversögn sko, fólk vill halda í velferðarþjóðfélagið það vill halda í þetta öryggi sem auðvitað kostar menntun fyrir alla og heilbrigðisþjónustu fyrir alla
en leið komast til valda mjög sterk öfl sem að í raun og veru vilja vinna gegn þessu og þau geta kannski ekki gert það opinberlega en þá það gert með því að þrengja að og breyta skattkerfinu. Eftir hrun þá heldum menn að nú yrði allt breytt. En nú erum við aftur stödd kannski, ég veit ekki hvert það kemur fram hjá einhver í gögnunum frá 2019, að frjálshyggjan, hún ennþá til staðar. En þessi þversögn, mér dettur þetta í hug vegna þess að ég sá núna í fréttum frá Bretlandi, þar sem mikið rætt breska heilbrigðiskerfið, NHS, og sem svona einhvers konar, sem hafa sagt að þetta séu nýju trúarbrögð Breta, það sé trúin á breska, og það komið í sömu vandræði eins og heilbrigðiskerfi hjá okkur að sömu leyti. Sömuleyti lengra, held ég. Og að sömuleyti það verstatt og biðlistar og erfitt fyrir almenninga að fá. Og þá var einmitt gerð könnun og send út spurning á alla ráðherrana í íhaldsstjórninni, Sunak og hinir. Og þeir flestir neituð að gefa upp hver þeir sættu sína heilbrigðisþjónustu. Af því þeir sóttu hana náttúrulega til einkaaðila. Þeir voru ekki hluta af hinu opinbera kerfi. Og þá spurningin sko, þessir sem að fannst þeir vera undir í Bandaríkjunum, í héruðum, gömlum iðnaða héruðum, þar sem að hvítt verkafólk hafði verið undir staðan áður, að það fannst að vera svikið, bæði af stjórnmálaflokkum, eins og demokrataflokknum, eða af kerfinu, og það beindi atkvæðin sínu þá að Trump. Við höfum séð þetta líka í Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku, þar sem hægri öfgaflokkar og víðar í Evrópu. Þarna hefur eitthvað brugðist, eitthvað í kerfinu. Og spurningin sko þetta mjög víðþætt og þú sem félagsfræðingur horfir á samfélagið, hvaða hópar eru þá líklegir til þess að geta haft áhrif á þetta að verja þessi gildi sem að við teljum að séu góð og fyrir velferðarkerfið? Sko það nú erfitt að segja það, þú svara þeirri spurningu í einhver einföldu máli. Ég náttúrulega hluta til held að til dæmis gögn eins og þessu vilja almennings og það svona kannski sem við myndir segja eins og oft kemur kannski almenningur, við höfum áhuga á almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum og við vitum það auðvitað sérhagsmunir eru farnir að skipta, þeir eru alltaf skipt máli en við sjáum mjög skýrt hvernig þeir skipta máli núna. Þannig að það svona kannski einfalda myndin að segja að kannski kjósaflokka sem þú telur að muni halda vörðum þetta en það getur náttúrulega líka verið erfitt og þeir eru ekki allir eins og eru séðir Nei, svo kemur náttúrulega verkamannaflokkurinn og eflaust eigum við íslensk dæmi það líka. Nei og auðvitað kannski það líka bara þannig að þessi öfl eru orðin svo rosalega sterk þegar þú eru til dæmis komin með mann til dæmis eins og Elon Musk til að taka eitthvað dæmi sem að á meiri peninga heldur en hann getur gert hluti sem að fæst þjóðríki geta gert, hann getur sendt fólk út í geim. Þá þetta náttúrulega orðin svo rosaleg völd og hagsmunir sem einhver einstaklingur getur stjórnað í krafti síns auðar að kannski bara best að leggja bara hendur í bát en ég held að við viljum nú ekki kannski endilega gera það, en hluti af því náttúrulega eins og við erum kannski að reyna að gera hér, að reyna að skilja samfélag og reyna að skilja kannski hvaðan þessar hugsanir og hvaðan þessi viðhorf og þessar skoðanir koma og ekki til dæmis bara segja þarna þetta eru bara fólk sem hefur rangt fyrir sér eða þetta bara einhverjir hálfvitar sem skilja ekki hvað samfélagið flókið. Það bara staðreynd að það verulegur fjöldi fólk sem að telur að samfélagið eða kerfi sé ekki að virka fyrir þá og það alveg augljóst þegar við lítum á það að sem sagt það alveg rétt mat og það auðvitað svolítið sem að kannski félagsfræðin hjálpar okkur að gera að sjá þessi ferli sem eru oft svo ólýsanleg, svona ósýnileg og í rauninni kannski það sem að ég held að félagsfræðin benda okkur á bara hvernig allt í okkar veröld og allt í okkar samfélagi og samfélagsgerð félagslega skapað. Það á einhverjum tímapunkti búið til af einhverjum einstaklingum með oftast hópum og þá náttúrulega kemur spurningin hverjir höfðu vald til að búa það til og auðvitað vitum við að það voru ákveðnir aðilar og þá getum við velt fyrir okkur hlutum eins og til dæmis eitthvað náttúrulögmál að það til dæmis eigi að vera hærri
skattaprósent á launatekjum hér á Íslandi heldur en á fjármagnstekjum. Hverjum erum við, af hverju það þannig, og í rauninni ef ég ætti að velja þá myndi ég hafa það öfugt að byrja á að verja, því að það til dæmis eitthvað sem við sjáum á Íslandi, tekjumunur kannski ekkit svo rosalega mikill og hann minnkaður með skattakerfinu sem við erum með, en það bara skiptir nákvæmlega engu máli hvað ég kannski með há laun og jafn há kollegi minn, þegar kollegi minn á kannski milljónir og 100 milljónir á einhverjum aflandsegjum. Þannig að það svolítið kannski það sem að skiptir líka málin. Það sem náttúrulega hér að þetta eru pólitískar ákvarðanir eða ákvarðanir þeirra sem hafa völd. Þetta ekki náttúrulögmál. Akkurat. Þegar maður hlustar á og les eftir félagsfræðinga sem eru að skoða jöfnuð, þá eru þeir margir, og ég veit ekki hvort að þú sett einn af þeim, sem að fljótlega byrja maður að fá það á tilfinningunni að þau séu næstuði haldaði fram að ef við ætlum að stjórna samfélaginu þá gætu við haft bara einn mæli í mælaborðinu sem væri jöfnuð. Vegna þess að aukin ójöfnuður, hann grefur undan traust í samfélaginu, hann grefur undan traust á stofnunum þess, hann fjölgar glæpum, hann hefur ótrúlega, hann skerðir heilsu, minnka lífslíkur, þannig að raunverulega væri það þannig að ef við viljum stýra samfélaginu þá ættum við bara að stefna auknum jöfnuði, því það myndi leysa svo óendanlega mörg vandamál önnur. Þetta, ég veit þetta einföldin hjá mér, en að sumuleyti þetta niðurstaða bara fjölda rannsókna, aftur og aftur þetta sýnt fram á að jöfnuður eftir svona verður í sjálfur sér, vegna þess að hann hefur svo jákvæð áhrif á samfélagið sjálft. Já, ég svona mjög einfaldan hátt held ég að megi kannski segja þetta, þá náttúrulega verðum við líka að hugsa kannski jöfnuð og mismunandi vítum og eftir mismunandi hópum, og þá kannski líka annað hugtak sem ég vil koma með hér sem ekki bara jöfnuður, ég held að þetta miskiljist stundum, en það líka réttlæti. Þannig ég held að það sé mjög rosalega mikilvægt að fólk upplifi að samfélagi sé réttlátt. Því að það þannig, og ég meina fæstir félagsfræðingar til dæmis að tala fyrir algjörum jöfnuði, sem að stundum sagt við mig að við séum, og það hefur alveg verið sagt til dæmis að við séum náttúrulega svo einföld að við bara viljum að allir hafi sömu tekjurnar, og ég segi náttúrulega ég hef aldrei hitt félagsfræðing sem heldur því fram, og ég meina endar það ekki. Kannski valla í hættu að við myndum lenda því fljótlega. Við getum alveg unnið á auknum jöfnuði á þess að við lenda þar. Já, og það ekki heldur hlutverk okkar sem vísindafólk sendilega hafa einhverja skoðanir á því, en þá held ég að komi inn þetta réttlæti og hversu mikil til dæmis ójöfnuður réttlætanlegur út frá alls konar mismunandi þáttum, og til dæmis eins og það sem við höfum skoðað í gögnunum okkar sem að breytist ekki mikið á milli 2009 og 2019, þannig ég ætla bara hér að tala núna 2019, að við til dæmis erum með spurningar þar sem að við erum með 5 starfsheiti, þar sem að fólk spurt sem sagt hvað telur að þessi sé með í laun og hvað finnst þér að þessi ætti að hafa í laun. Og þetta eru svolítið svona kannski það sem við myndum segja sem hálaunastéttir og láglaunastéttir, þannig að það almenn eða semst ófaglægur verkamaður, það starfsmaður í verslun, og svo erum við með heimilislækni, við erum með forstjóri stórfyrirtæki og ráðherra. Og ef við skoðum bara lýsandi gögnin þá sjáum við til dæmis að fólk vill örlítið hækka það sem að það telur að verkamaðurinn og starfsmaður í verslun séu með. Þeir réttilega telja að þetta séu þeir sem eru með lægstu launin, og þeir vilja svona aðeins setja þá upp. Það mjög lítill munur á heimilislækni, sennilega vanmet Íslandinga hvað heimilislæknar eru með í laun, en þeir svona telja þeir séu með nokkurt veginn það samúð þeir ætti að hafa, en þeir vilja verulega sem draga úr launum ráðherra og sérstaklega forstjóra í stórfyrirtæki. Og það sem við til dæmis sjáum hér varðandi almenning að það virðist vera, og það hvað 60% þjóðarinnar sem að velja hálaunastéttir eða eiga að vera með svona 2-3 hærri laun heldur en láglaunastéttir. Þannig að þá erum við kannski svona að hugsa að ef kannski sá sem á lægstu laununum með 500.000, það ótti sá sem á hæstu launum vera með 1,5. Já. Þannig en ekki 20-falt. Ekki 20-falt eða 30-falt eða geta kemst einhver hlutabréf sem að síðan verða einhvern rosalegum peningum sem að við getum alla ímyndað okkur að séu til. Þannig að ég held að það sé rosalega mikilvægt hér að það sé þessi upplifun á einhverju réttlæti, og þar náttúrulega komum við líka inn á tækifærin í lífinu sem að við skoðum, og þar sjáum við til dæmis í Íslandi að það mjög almenn trú á það að menntun og dugnaður skipti höfuðmáli fyrir að ná árangri í lífinu.
En við sjáum til dæmis að það þriðjungur sem að telur að kyn eða kynþáttur skipti verulegu máli. Við sjáum til þess að konur eru líklegri til að telja kynskipti máli sem kemur kannski ekki á óvart, en þá sjáum við það að jafnvel í jöfnunarsamfélagi eins og Íslandi, þar sem að við til dæmis tölum nú Ísland sem kynja paradís, þá það samt þriðjungur almennings sem að telur það að kynskipti máli varðandi tækifærið inn í lífinu. Og svo yfir helmingur til dæmis sem að telur að pólitískt heilskipti máli eða koma frá auðugum foreldrum og líka þekkja rétta fólkið. Þannig að við sjáum náttúrulega, ég held að þetta sé líka eitthvað sem þarf að koma inn í þessar jöfnunar pælingar, en ég held að sé alveg rétt að þessi bara ójöfnuður, of mikill ójöfnuður, hefur mjög slæm áhrif á mjög mikið af þáttum. Það kemur ekkert óvart að norrænu þjóðirnar koma mjög oft best út á alls konar mælikvörðum. Já, svona lífskjör og lífslengd og fleira. Já. Já, og trú á líka stofnanir samfélagsins að samfélagið virkar. Þegar ójöfnuður grefur undan því, þá getur samfélagið lent í svona miklu vanda þegar tiltrú almennings og stofnunum fer að veikjast, og þá náttúrulega koma menn eins og Trump og félagar og ná röddum. Þegar ójöfnuður er búin að grafa undan trustinu, þá tækifæri. Já, þegar við treystum ekki kerfinu lengur, þá mjög auðvelt að koma og segja einhverju hluti sem að geta hljómað mjög vel, og mér langaði líka bara hér aðeins með hina spurninguna, því við erum svo lítið búin að tala heilsu, að tala, því að ég held að hún sé náttúrulega svona grundvallar breyta, og kannski svona þegar við tölum að það eru alls konar hlutir sem skipti máli í lífinu. Ég held að flestir kannski svona samþykki það að það fátt sem skiptir meira máli heldur en heilsa okkar og þeirra sem eru okkar næstir, því ef að heilsan fer, það skiptir engu máli hvað þú átt, hvort svo stórt hús þá átt eða alls konar slíkar hlut, og þar til dæmis eru kenningar og sjónarhort sem að til dæmis talar svona grundvallar orsakir heilsufarsvandamála og tala þá ójöfnu, og þar fræðafólk sem að heita Bruce Link og Joe Phelan, sem í rauninni koma fram með þá staðhæfingu eða bara staðrein að bara eins lengi og við höfum félagslegan ójöfnu, þá munum við hafa ójöfnuð í heilsu. Og þetta bara með sterkari samböndum sem að við til dæmis sjáum, og bara til dæmis þegar ég byrja að kenna þetta kannski á fyrsta tímanum, þá ég að sýna kannski mun á lífslíkum eða mun á eftir stéttum, og svo segi ég við nemendurnar, ég tók þetta af tilviljun. En það bara þannig að nánast hvaða útkomu sem ég vel, sem að mælir að einn hafi betri heilsu heldur en annar og að einn hafi hærri stéttastöðu heldur en annar, við munum alltaf sjá þetta samband. Þannig að skiptir ekkert máli hvort það séu lífslíkur, líkur á deyjur sjúkdómum, hvort það séu bara hvernig þér líður, hvernig þú metur eigin heilsu, við sjáum alltaf þetta samband, og það þessar félagslega aðstæður sem skipta svo miklu máli, og þetta svolítið fer aftur til eins og bara þegar var komið uppálega, því við nú aðeins komið hérna á breska heilbrigðiskerfið, að þetta var svolítið svona hugsunin eftir stríð, að hvað væri svona hægt að gera til að, sem að væri svona gott fyrir þjóðun, og það var að byggja svona sterkt heilbrigðiskerfið, því að við vorum hér búin að sjá að það var ójöfnur í heilsu, við höfðum áhyggjur af honum, og þá hugsum við kannski, og það kannski ekkit óskynsamlegt að hugsa, við bara gerum heilbrigðiskerfi sem þannig allir geti farið og nýtt sér það. En það sem að náttúrulega kom í ljós að þó að allir séu með jafnan aðganga heilbrigðiskerfi, ef þú sendir suma tilbaka í fátækt og í hræðilegar félagslegar aðstæður, þá gerur ofsalega lítið til að draga úr ójöfnuður heilsu, og slíkar rannsóknir hafa til dæmis sýnt okkur að heilsa allra batnar. Það betra fyrir alla að hafa gott heilbrigðiskerfi, en það gerist nánast ekkert til að draga úr ójöfnuði í heilsu. Það er nefnir lífslíkur, og því miður þá finnst mér til dæmis Hagstofan mætti birta fleiri upplýsingar eftir stéttum. Man sér þetta víðagert, það sem eru svona flokkun eftir stéttum. Ertu með tölur það hverjir munurinn á lífslíkum ófaglars verkafólks á lægstu launum og síðan kannski hinna betursettu í samfélaginu í Íslandi? Hvað fátæktinn og baslið og þrælkunin klippir mörg ár af ævi fólks? Ekki nákvæmlega, en það náttúrulega engin ástæða til að halda sig eitthvað öðruvísi hér heldur en í öllum öðrum samfélögum í
í heiminum og þú sér þetta mjög skýrt til dæmis eins og það hafa verið teknar bara borgir í Bandaríkinu þar sem ég keyra kannski á milli hverfa og þeir keyra kannski, hvað ég heldur að við keyrt í kannski einhverja 10 kílómetra og þú ert búin að minnka lífslíkur 10 ár. Það var skoðað að það kom hér út skýrsla sem var gerð af norrænu ráðherranefndinni sem var að skoða þetta út frá tekjum og menntun og svo reynda skrifaði ég skýrslu sem fylgdi því eftir svona að setja það í kenningarlegt samhengi af hverju sjáum við þetta samband og þá sjáum við alveg þetta á við á Íslandi. Þar var reynda bara skoðu menntun og tekjur og þá var það, mér minnir að hafa verið kannski einhver 2 eða 3 ár sem munað á lífslíkum frá hæðsta menntunastigi yfir eða lægsta og þá þetta líka kemur yfir á svona mikilvægt sjónarhorn sem að við skoðum í félagsfræðinni sem að verið svona að tala samþættingu eða samleiðinni sem svona intersectionality þar sem að það náttúrulega skiptir nákvæmlega máli, það ekki sama að vera kannski með litla menntun og svo getur við alls konar öðruvísi forréttindastöður. Þannig að þá erum við að velta fyrir okkur nákvæmlega þetta sem þú ert búin að segja, þú ert kannski búin að taka saman og þú ert lítið menntaður fátækur í vondru starfi konu sem almennt með verið heilsurendur kallar, þá erum við farin að sjá verulegan mun á kannski ef við myndum hugsa okkur svona eins og Weber kom kannski með svona idealtýpur að þú hugsar kannski þann sem væri í vestu félagslegri stöðun innan samfélags og þeim sem væri í bestu, þá hugsa við værum að sjá kannski mjög mörg ár og jafnvel áratug eða slíkt hér jafnvel á Íslandi. Ég hafði áhuga á þessu var að grafa þetta eins og leikmaður gerir bara með því að googla og svona. Og ég sá eina sænska rannsókn sem að sýndi að vera 8 ára munur. Og þannig að og manni kemur ofta óvart að við erum að ræða eftirlaun og lífeyrissjóðakerfið án þess að hafa raunverulega þetta upp á borðinu. Það verður að tala að hækka eftirlaunaldur og eitthvað svona, en þegar maður skoðar þessi hvað mikil munur þarna á það hvað ef við myndum horfa til þess út frá það að fólk ætti að eiga jafnmörg ári eftir starfsæfina, að þá ætti erfiðis vinnu fólk að fara raunverulega á eftirlaun. Þá ættu við hérna sitjandi millistéttin að vinna svona 5 til 8 árum lengur en hinir. Það þannig og það náttúrulega í pólitísku umræðu bæði í Danmörku og raunverulega í Frakklandi núna, þá þetta inn í pólitísku umræðu mjög víða. Já, þá náttúrulega kemur það aftur, þú veist, hver hefur völdun og hver hefur röddina í samfélaginu og þetta var svona í Þýskalandi að til dæmis þeir sem unni bílaverksmiðunum og annar staðar, þeir fóru miklu fyrra á eftirlaun heldur en kannski aðrir og ég meina það þú veist, ef maður hugsa sjálfhvert að þú veist, mér finnst rosalega ungt að eiga að fara kannski 70 eftirlaun og ég get alveg verið upp í háskóla og setja við tölvurum mína ef að heilsa gefst til 75-80 en myndi ég vilja gera það ef ég væri kannski að vinna við þrifastörfa hótelum og við sjáum það bara á örorkunni það eru erfiðisvinnustéttirna sem að rinja inn á örorku svona upp á 50 konundar á undan og kallarnir svona upp á 60 og þetta bara að sumuleyti þetta afleiðinga bara blindu samfélagsins fyrir þessu sem þú ert að lýsa hvað annars vegar erfiðisvinnan og svo náttúrulega afkomukvíðin og fátæktin grefur undan heilsu. Já, ég held að sé náttúrulega bæði svolítið blindan sem að náttúrulega síðan líka tengist þú veist hvaða raddir við fáum að heyra og hverjir fá að og sem auðvitað líka tekur inn á bara þeim rannsóknir sem að við erum að gera og ég til dæmis held að það rannsóknir sem að við erum að gera sem að miklu leyti eru megindlegar og eru svona skoða heildamyndun og sambönd, ég held að ég myndi seint draga úr mikilvægi þeirra en ég held að sé jafn mikilvægt og mætti auka til dæmis eiginlega rannsóknir þar sem að raddir fólks fá að heyrast og við erum alveg með dæmi og rannsóknarverkefni sem að gera það til dæmis með að skoða reynslu erlendra kvenna hér á Íslandi. En eigum við þá ekki að koma að einu sem að ég veit að Sigrún hefur skoða mikið, svona ólíkt kapital og mér finnst hún eiginlega að vera að koma við erum að nálgast það nefnilega sem það hvað maður getur verið fátækur en samt haft ákveðið auðmagn í sér og haft eitthvað sem að styrkir stöðum í samfélaginu en svo getur maður líka verið fátækur og ekki haft neitt annað auðvald og raunverulega verið rallust og týndur í samfélaginu. Já og þetta er nefnilega mjög skemmtilegt að hugsa þetta í tengslum við verkalýðshreyfinguna sem að kemur á 20. öldinni og nær ákveðnum valdastöð í samfélaginu ekki vegna þess að það nær til sín öllu auðmagninu eða fjármagninu við erum ennþá í kapitalísku kerfi í Vestur-Evrópu og
þannig að við erum búin að tala svolítið þessa forréttindastétt sem að hefur fjármagnið, kannski 10% sem að hefur svona stærsta hlutan af auðmagninu í fjármagni, en verkalýðshreyfingin bjó til þetta ákveðið félagslegt auðmagn og líka menningarlegt auðmagn. Bæði í sínum áróðri, í sinni menningarstarfsemi, í bókaútgáfa, stóru rithöfundarnir okkar eins og Laxness og Þórbergur voru mjög hlýðhollir verkalýðshreyfingunni og verkalýðsflokkunum. Auðvitað hefur þetta verið til fyrir 20. öldina, við skulum ekki að fara aftur, en það er þetta félagslega auðmagn og sem að hefur auðvitað áhrif á það hvernig þú lítur á sjálfa þig. Það er ekki víst þú sérst á hæstu laununum, en við sjáum endurminningar frá síðustu öld, verkamenn sem skrifuðu endurminningar sínar, að þeir höfðu þetta menningarlega auðmagn sem gaf þeim sjálfstraust og þeir svona gátu rökstutt það að þeir áttu alveg jafn mikinn rétt og einhver sem væri með annað meira fjármagn á bakvið sig og jafnvel meiri rétt vegna þess að þeir höfðu menningarlegt auðmagn og félagslegt auðmagn. Þetta er eitthvað sem áttu framtíðina, trúðu því Já, og trúðu því náttúrulega að þeirra auðmagn myndi verða mikilvægara. Spurningin er svo aftur núna, síðustu 40 árin, að þá er eins og hafi orðið svolítið afturför í þessu. Það er að segja að almenningur á ekki lengur tæki, hvað sem það eru fjölmiðlar eða menningafélög eða eitthvað slíkt, auðvitað eru ennþá til stéttafélög engin alþjóðhús til lengur fyrir menningu þeirra. Nei, og svona þessi þjóðfélagsmenning er auðvitað margslungin, en yfirstéttin hefur einhvern veginn náð og auðstéttin hefur náð að eignast alla fjölmiðla, hafa mestu áhrifin og verkalýðshreyfingin og aðrar hreyfingar, koma auðvitað inn í umræðina, en hvernig metur þú þetta? Já, ég held að þetta sé mjög áhugaverður punktur og þetta er eitthvað sem við einmitt bættum núna sérstaklega við í gögnin 2019, byggum til mælingar í rauninu mismunandi tegundir auðmagns og það er svona að fara inn í það kannski helst franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu sem kom inn með þessar hugmyndir og við sjáum það auðvitað svona hvernig mælingar okkar af stétt og stöðu hafa í rauninni þróast náttúrulega frá Karl Marx sem sér 2 stéttir yfir í Weber sem kemur inn með virðinguna sem skiptir þá líka máli og svo inn í með þessar pælingar auðmagn sem eru þá efnahagslega auðmagni sem að hann sér sem grundvöll í rauninni. Þú þarft efnahagslega auðmagni til að geta í rauninni haft hinn að einhverju leyti sem eru þá menningarlegt, félagslegt og tákgrænt auðmagn og ég held svona kannski grunninn, ég held að sé alveg rétt hjá þér að mismunandi aðilar hafa mismunandi tegundir auðmagns en eitt af því sem við sjáum mjög oft er þannig að því meira sem að þú hefur af einu því líklega ert að hafa annað líka. Þannig að og það sem við náttúrulega líka sem ég held þú sér svona aðeins að leiðina og við erum að sjá þessa samþjöppun auðs og auðmagns þannig að eru fjölmiðlar í dag kannski það sama og þeir voru fyrir kannski 40-50 árum þar sem voru fleiri raddir sem að gátu heyrst og það stundum er svona dálítið ógnvænlegt þegar þú ferð að sjá þessi tengsl sem eru á milli aðila og stórfyrirtækja hvað þetta í rauninni er allt saman þjappað. En ég held að það sé algjörlega rétt að þessar mismunandi tegundir auðmagns geta skipt máli og þar er kannski svolítið mikilvægt að hugsa þú veist, eru margir sem að til dæmis vantar algjörlega efnahagslegt auðmagn sem að hafa mikla raud og oft hefur til dæmis verið litið á það þannig að það geti jafnvel verið ákveðin andstæða í efnahagslegu auðmagni og menningarlegu auðmagni og við sjáum þetta held ég hér á Íslandi og það eru til dæmis rannsóknir Berglindar Rósar Magnúsdóttur og Auðar Magdísar sem að hafa sýnt fram á mismunandi hverfi að það eru ákveðin svona heit svæði á höfuðborgarsvæðinu varðandi auðmagn efnahagslegt auðmagn og svo eru önnur heit svæði varðandi menningarlegt auðmagn og þessi fara almennt ekki saman. En síðan þú hugsar kannski Nefnir ríkisstjórninni þar sem að 210 póstnúmerið í Garðabæ og 107 í Reykjavík hittist. Þau geta hist þessi auðmagn geta hist en þú sér það samt kannski búa þau á sitt hvoru svæðinu. En þar auðvitað kemur inn að þú ert samt komin með þá sem hafa hátt menningarlegt auðmagn í samfélaginu
eru ekki þeir sem eru að vinna í lægstu störfunum. Þannig að það er kannski svona, þegar þú ert farin, og ég myndi svona almennt kannski segja það að þú þarft að vera komin upp að einhverjum ákveðnum þröskuldi til að geta hugsalega nýttir þessar mismunandi tegundir eða hafa aðgengi að þeim, og auðvitað skiptir þar líka mjög miklu máli hvort að þú sért kannski með einhverja sem eru háir í þessu auðmagni, sem eru tilbúnir að tala fyrir þínum hagsmunum. Þannig að til dæmis kannski ef að fátækasti verkamaðurinn hafði ekki sem sagt tækifæri til að tala fyrir sínum hugmyndum, og þú mentist hér á Halldór Laxness til dæmis, ef að hann var tilbúin þá fikk hann rödd í fjölmiðlum, þannig að tengist líka inn á það. Þannig að við sem sagt, eins og ég segi, ákváðum að setja þetta inn í gögnin núna, og þar til dæmis sem að kom mér svona sem að gerist þið alltaf ánægða þegar þú prófar einhverjar nýjar mælingar á einhverjum hugtökum, þá viltu náttúrulega sjá að þau virki, og við erum að sjá það hér í íslensku samfélagi, annars vegar með því að við erum að sjá verulega dreifni í öllu þessu auðmagni, því auðvitað ertu kannski hrædd við hvað ef að 90% Íslendinga eru kannski þarna á skalanum, þá er það ekki mjög góð mæling, og þar til dæmis sjáum við varðandi félagslegt auðmagn þegar við sérstaklega mælum þá viðskipta, stjórnmála og menningarelítuna, að þú ert með ákveðna einstaklingar sem að eru í rauninni með mjög sterkt tengsl inn í allar þessar elítur, og hins vegar eru við að sjá að þessar mælingar og sérstaklega efnahagslega auðmagnið, og það svona kom okkur svolítið óvart, er að hafa tengsl við mjög mikið af mismunandi hlutum sem við erum að skoða, meðal annars pólitískt traust, viðhorf til ójafnar og viðhorf til velferðarkerfisins. Þannig að sumu leyti virðist vera hér í jafnar samfélaginu í Íslandi, þar sem að við erum öll jöfn og höfum það öll tiltölulega gott, að svona þessar kannski fínari vittir sem að Bourdieu talar virða skipta minna máli heldur beinharði peningar sem að hafa mest áhrif á að móta viðhorf og reynslu allavega í okkar gögnum. Svo hér á Íslandi, það er peningarlega auðmagnið sem ræður mestu, hinn ræður minnu. Ræður minna varðandi þær breytur sem við erum að skoða, þá verður þetta að koma mjög mikið gaman hvernig Sigurður kom inn á þetta, vegna þess að yfirleitt þegar maður heyrir rætt þetta mismunandi auðmagna, þá það svona, kemur kannski úr seinni tímum, þar sem við erum að horfa á einstaklingin, þetta sé auðmagna einstaklingsins. En Sigurður kom eiginlega algjörlega annar staða frá þessu raunverulega í upphafi verkalýðsbaráttuna hvernig hópurinn eða verkalýðsstéttin byggði upp félagslegt og menningarlegt auðmagn með því að stofna alþýðuhús, með því að stofna fjölmiðl, með því að stofna stjórnmálaflokk, með því að stofna bókaútgáfu og vegna þess að fólki varð að finna sér einhvern stað, einhvern samfélag til að lifa á, vegna þess að gat ekki lifað inn í veröld borgarastéttina þar sem var litið niður á það. En þessi hugmynd, þessi ungmennafélagsandi verkalýðshreyfingarinnar sem að Sigurður vill til, stundum saknar maður þess í dag að það sé talað raunverulega getu hópsins til þess að byggja upp félagslegt eða menningarlegt eða tákrænt auðmagn á móti peningalegum auðmagn. Já, ég held að það, og reyndar held ég að við Íslendingar séum nú oft með tiltölulega mikið félagslegt auðmagn, og ég held að það svolítið einkenni íslenskt samfélag og kemur alltaf fólki á óvart að nánast hvað svo sem að útlenskir vinir mínir vilja, þá það einhver frændi minn eða einhver sem er í grunnskóla sem getur reddað því. Við erum svo fá. Já, og þetta er náttúrulega komin á okkar aldur þá þekkir maður orðið alla af sinni kynslóð. Nei, og það hefur náttúrulega verið talað, þú veist, á allt öðrum í rauninni forsendum, en eins og kollegi minn Viðar Halldórsson hefur talað íþróttum, að það er rauninni þetta svona félagslega auðmagn og hvernig íþróttastarf byggt upp hér á landinu sem að er allavega skýringabreyta í miklum árangri okkar í íþróttum. En ég er algjörlega sammála því að það er hægt að hugsa hvernig við í rauninni byggjum upp þessar mismunandi tegundir auðmagns, en síðan stundum virðist að samt sem áður vera einhvern veginn þannig að peningarnir skipta rosalega miklu máli. Að því við getum mælt á kannski eftir að finna mæli hvar þá og þú getur náttúrulega oft fengið einhvern, því að þú veist, bara við vitum það að þú þarft ofta að vera með mjög sterk bein til að neita beinharðum peningum. Þannig að þú getur verið mjög mikil hugsunarmanneski og rekið útvarpsstöð og svo er einhver tilbúin að borga milljarð fyrir það. Hvað gerir fólk? Þannig að þetta er rosalega sterkt. Eða á hinn bógina, ef þú átt milljarðinn, þá er þetta auðvelt fyrir það að kaupa dagblað.
eða Já. annan fjölmiðil. En þá ekkit endilöðult fyrir það að ná í félagslega nauð eða menningarauð. Nei, en þú getur haft áhrif. En þú getur alltaf, það er einhvern veginn alltaf hægt að hafa áhrif og ég held í rauninni kannski því meira sem að við skoðum það og viðurkennum það og auðvitað líka þessi hugmynd sem ég kom inn á hér áðan að þetta er félagsleg sköpun. Það eru ákvarðanir sem að voru teknar á einhverju tímapunkti sem að sköpuðu Íslands samfélag og hvernig það er varðandi lagskiptingu í dag. Og það er líka hægt að breyta því. Það er erfitt og verður kannski alltaf erfiðar og erfiðara, en það er líka hægt. Þetta til þess þurfum við að byggja upp félagslegan auð fjöldans til þess að ráða við Það skiptir miklu máli. Ráða við miljardin sem að hangir yfir okkur eins og exi. Já, algjörlega. Hvað segir þú, Sigurður? Er við náttúrulega getum aldrei klárað þetta? Nei, við getum haldið áfram að fabulera en við erum hérna að enda þetta svolítið á vonarnótum finnst mér með félagslega auðmagnið og höldum áfram örgulega að ræða það í öðru hérna samhengi kannski í næstu þáttum. Já, ég held að næst ætlum við að ræða um uppbyggingu velferðaríkisins á 20. öld og að sömuleyti varnarstöðun það á seinni hluta 20. aldar og okkar tíma. Já, það kemur þá bara í beinu framhaldi hérna spjalli okkar við Sigrúnu, ekki spurning. Herðu, Sigrún, ég þakka að kella fyrir að koma til okkar. Þetta hefur búið að vera fróðulegt og áhugavert þótt að við höfum ekki tæmt þetta langt í frá. Já, bara kæra þakkir. Ég þakka Sigurði samfylgdina og hlustundu fyrir að staldra hérna við í samtali á sunnudegi. Næsti þáttur verður á sama tíma eftir viku, klukkan 9 á sunnudegi. Takk fyrir og góða helgi.